Baldur, leikur í gær á móti Ísraela sem hörku frammistöðu í fyrri hálfleiknum og svo rennur út í sandinn og þið eru vantilega búin að greina þetta núna og undirbúa ykkur fyrir morgundaginn. Já, mjög stutt á milli leikja þannig að við svo sem þurftum að fara mjög hratt að einbeita sér að næsta leik og erum í sjálfu sem núna búnir að fara í alla vinnuna til að undirbúa næsta leik og vorum á æfingu og erum klárir í belgana en margt mjög gott. Ég meina, ég upplifði það að við séum að spila á sundur og saman í fyrirleik og hefum getað vel verið að leiða leikinn bara með ágætismun í fyrirleik en kom flatir út, bara svona lendum í þessu runni á þeim og það bara einhvern veginn svona var aðeins á djúp hóla. Svo finnum við orkun aftur og mjög góður kaflar sem við áttum þegar leið á leikinn en þetta var aðeins svo mikil hóla þarna í þriðja sem var leiðilegt sko þegar við vorum okkur leið vel með leikinn sko. Vantilega búin að greina þetta bara eitthvað og svo er það Belgía á morgun. Ef þú leiðir okkur aðeins gegnum bara hvers konar bolta spila þetta belgíska lið? Þeir eru svona bara mix af hálfum velli og fullum velli. Þú veist, geta spila bæði með góðan rúllara, spilar fyrir París, mjög athletic, getur grípið fyrir að hringinn og tróðu honum, er með góða skotmenn í kring, sterkir í fjarkastöðunni, það sem að eiga örugglega eftir að pósta okkur svolítið upp þar. Við þurfum að bregðast við því. Kannski ekki með jafn mikið af bólhendlurum og við, en svona, þú veist, já, erum náttúrulega með mix af alls konar hlutum. Martin Hermannsson, leikmaður íslenska liðsins, biðst afsökunar fyrir íslensku þjóðinni í gær fyrir erfiðan leik sem hann átti. Búist vantilega við honum sterkara á morgun. Hvernig pepparu menn í ganga eftir svona? Segja mann sé bestur, skilurðu, bara reyna að fara í einhver hegðunarmynstur sem við getum stjórnað og síðan bara höldum við áfram og ég meina þetta eru atvinnumenn í þessu sko. Þeir kunna að spila slæman leik og koma tilbaka og mótivera sjálfan sig. Þannig að þú veist, bara treyst honum til að gera hvað sem skilurðu. Þannig að ég hef engar áhyggjur á honum. Bláa hafið vel mætt til Katowice, mikil stemming í miðborginni og í fansóni og margir mættir í höllina. Hlýtur að svona ykkur hjartarættur að vera með svona marga stuðningsmenn á bakinu á þessu leikjum? Já, bara fallegt sko. Bara mér hefur bara sjaldan liðið jafn vel eins og bara í pre-game showinu og þjóðsögnum og þegar við erum að fara inn í leikinn með stuðningsmennina bakið okkur og maður er bara, þú veist, þekkir einhvern veginn alla í stúkunni og þetta er einhvers konar körfubolta ættamót og maður er bara, þú veist, glaður að sjá alla sko. Þannig að vonandi bara, þú veist, við þurfum að embracea stúkuna, peppana og fá orkuna og líka bara, þú veist, að við einhvern veginn náum að verða meira en áhorfendur og verðum, þú veist, eitthvað svona Ísland playoffs stemning, sko. Þannig að, þú veist, það verður bara, þú veist, við getum hjálpað til við þetta náttúrulega með góðri orku og stemningu, sko. Einhverjar fréttir verið af því að það sé mögulega búið að senda eftir trommu og að víkingaklappið verði tekið á morgun. Hafið þið heyrt eitthvað af þessu? Heyrðu, ég hef ekki heyrt af þessu en ég vona að þetta sé sannleikur. Kærar þakkir, Baldur. Kærar þakkir.